Já, góða kvöldi kæri gestir og velkomin að leik KFÍ og Skallagríms. Við ætlum að byrja á því að kynna lið gestana. Það er númer 1, Dikko Hamid. Númer 4, Sigtryggur Arnar Björnsson. Númer 5, Hafþór Ingi Gunnarsson. Númer 6, Davíð Askesson. Númer 7, Kristófer Gíslason. Númer 8, Davíð Guðmundsson. Númer 9, Atli Aðalsteinsson. Númer 10, Atli Steinar Ingarsson. Númer 11, Hjalti Ásberg Þorleifsson. Númer 12, Kristján Örn Ómarsson. Númer 14, Jean Ronny Kadett. Númer 15, Þorsteinn Þórarinsson. Og þjálfari er Finnur Jónsson. Nú er að lið KFÍ. Númer 4, Helgi Rafn Ólafsson. Númer 5, Kjartan Helgi Steinarsson. Númer 6, Gunnlaugur Gunnlaugsson. Númer 7, Daniel Freyr Friðriksson. Númer 8, Hákon Ari Halldórsson. Númer 9, Nebojša Knežević. Númer 10, Daniel Þór Mindsley. Númer 11, Florian Jordanov. Númer 12, Björgvin Snær Sigursson. Númer 13, Nökkvi Harðarsson. Númer 14, Jóhann Jakob Friðriksson. Og númer 15, Birgir Björn Pétursson. Þjálfari er Níls Íran Þórisson. Takk fyrir. Var ekki með eitthvað netinu? Ég er að jafna mig. Okay. Já, góða kvöldi kæri gestir og velkomin að leik KFÍ og Skallagríms. Ég heiti Gautur Arnar Guðjónsson og með mér er Þormóður Logi Björnsson. Við ætlum að lýsa þessum leik eins bestu við getum og vonum bara að leikurinn verði skemmtilegur og að bæði lið spila mjög vel. Já, það vantar hann Gauja. Já. Kæruleg segði það. Hann er sjaldgæfur á svona leikjum. Spara röddina. Spara röddina. Herri, ég var að tala við þjálfarana. Já. Og Skallagrímsmenn eru allir heilir og til í slaginn. En Pansi er meiddur hjá KFÍ. Hann snýri svo ökla og þarf að jafna sig allavega þennan leik. Já, æfingu þá eða í leik. Já, eitthvað svoleiðis. Já, við fáum allana bæði full liðina, 12 og 12 leikmenn. Í síðasta leik var þetta bara 12 á móti 7 minni mig. Já, þeir hafa fjölmenntinga vestur. Já, það er gott að sjá að það sé fullt á heilt lið. Já, þeir eru náttúrulega í hörku baráttu. Þeir eru í 3. sæti, Skallagrímur, með 20 stig. Já. Og ef við vinna þennan leik þá eru komin í 22 stig, jafnmörg stig og Fjölnir í öðru sæti. Þór Akureyri er á toppnum með 24. Þannig að það er þröngt hana í að er í 4. sæti með 20 stig. Þannig að þetta eru svona þessi lið sem er að berjast þetta. Efsta liðið kemst beint upp. Já. Og 2-5 fara í úrslitakeppni hitt sætið í úrvalsdeildinni á næsta ári. Og já, eins og staðan er núna þá er það Fjölnir, Skallagrímur, ÍA og Valur sem eru í þessum sætum. Og ég hugsa endi þannig, svona privat og persónulega. Já. En svo er líka hörku barátta á botninum. Reynir Sandgerði hefur ekki unnið leik. Nei. Og þeir eru væntanlega ekki að fara að gera neina glóríur, þeir eru fallnir bara.
en Ármann með 4 stig og KFÍ 6. Ármann á eftir að spila við Reyni Sandgerði sem við gefum þann sigur. Þannig að nú reynir á, KFÍ og Ármann eftir að mætast. Hvort að það verði úrslita leikur bara veru í fyrstdeildinni eða hvernig þetta fer. Já, ég held að KFÍ þurfi bara að vinna þann leik sko. Já, það er engin spurning þeir þurfa að vinna þann leik en þeir geta komið sér í góða stöðum eða gera hérna á heimavelli, kannski smá upset, vinna Skallagrim töpuðu fyrir IA hérna daginn sem eru búin að vera bullandi siglingu og ég meina Ármann náðu stigum á móti IA þannig að við í KFÍ getur hygglust ná stigum á móti Skallagrim en við erum komið með körfur hérna báðum megin. Birgir Björn setti niður fyrstu stigin fyrir KFÍ. Já, passar. Og boltinn miklu hreyfingu hérna hjá KFÍ. Og það Hamid Diko sem brýtur af. Nei, fyrir ekki, það hann Davíð, hann fengið villu. Það Daniel Nökkvi boltan, Nökkvi fer alla leið. Fallega gert hjá Nökkva, fallega gert. Alveg beint opið. Óla Bogdæmi dræfa sig í gegn, klárar leiðuppið. Best að gera það, maður fær villu, örugglega og ef maður fær ekki villu þá bara gera þetta aftur. Nákvæmlega. En stóru sterkur strákur hann á að gera þetta fallegt hjá Skallagrim, mönnum hérna á móti. Flott backdoor, opið beint inn í. Setur niður 2 stig. Ég missi KFÍ boltan. Smá klaufaskapur. En það Hamid með skotið og fyrir höndunum á Nökkva. Já, barátta frákvæmstöðan á milli Nökkva og Kristófers. Smá tæft eitthvað hvor á boltan en dæmt fyrir Skallagrim. Já, ég veit nú ekki hver kom við hann hana. Jú, það var Nökkvi, sjáum við hérna í endursýningunni. Já. Daniel brýtur að sér. Notar hendurinn alltaf mikið. Já, það þarf að passa þær. Daniel Freyr fær sína fyrstu villu. Skotið, þetta bara auðvelt. Nebo sem boltan. Hann í gömlu stuðbuxunum. Nebo. Það hefur ekki verið til hinna buxunar. Það var flott vörn hjá hann. Fín vörn, gott að þetta frákast endaði í sem verið með en skotið ekki nógu gott hana hjá Nebo. Flott skot. Og þeir fá friskt beint í andliti hérna. Þetta var hann Davíð. Bara að taka opið skotin. Já. Hann fekk hann ágætisfæri og nýtti það. Já. Ná ekki að svara en taka frákastið. Nökkvi skotið. Þetta var skrítið skoti á Nökkva. Já. Hann var ekki eins og hann var í samfærður að hann ætti að vera að taka þetta. Já, þannig að það er bara hikað. Já, því er ekki að hika svona í miðju skoti. Það er alltaf að taka opni skotin. Ef dopinn taka skotið. Það er bara þannig. Flott vörn hana hjá Nebo. Boltinn Kjartan. Já, fallega að spila. Alla leiði völlin. Vel spilað. Birgir klára þetta. Missir boltan út af. Klaufaskapur. Það tekið eftir því að KFÍ er mjög mikið búið að vera að taka alltaf mikið af skotum þegar þeir hefði getað tekið boltan inn í, sko. Já, þeir hérna, ég var að skoða aðeins tölfræðina fyrir leikinn. Já. Og við erum með Kjartan og Nebo
topp 10 í skori og hérna, en svo Nebo 13. í framlagi í deildinni. En í stóðsendingum, þar eru við bara ekki á blaði og það öll lið með 2-3 leikmenn. Þannig að það virðist sko, þeir ekki að finna þessi drive eða þessi opnu þægilegu skot sem að skila stigum. Sóknin hefur bara ekki verið að ganga nógu vel, það bara þannig. Já, mér finnst bara að þeir eru að rótetta meira á því að senda á manni niðri. Af því að hann getur opnað sig og ef ekki þá er þetta að gera backdoor eða opið skot. Já, ég meina við vitum það að það eru fáir sem geta varist Birgi sko í póstinu. Já, þeir definitely eiga að nota það meira, það ekki spurning. En nota hæðina sko. Já. En það bara svona, það hefur verið brussugangur á sókninni og hún hefur bara gjörsamlega fallið saman á tímambilum í leikjum og já, það verður eitthvað að breytast í þeim málum ef að KFI ætlar að halda sér í deildinni. Þetta var fallegur þristur hann eitthvað, bætir upp fyrir skelfilegt skotin áðan. Þetta var svona síðustu sekundi skot sko. Já, þau eru hættuleg og það er býsna mikið að þeim. Þarna fær hann opið junior kút hérna bara í grút, hvað sem hann heitir, í hérna bara alveg galotnu skoti. Hamid Diko. Nei, það ekki 14. Já, var þetta ekki Hamid? Ég held að þetta hafi verið Hamid sko. Nú, ja. Nei, hann komið með 3 stig hana. Já, kút, Kadett, já. Gingoni Kadett. Kadett. Já, fela núna. Það hættulegt ef að fristanir fara að detta niður hægri vinstri, þannig að þetta jákvæmt fyrir Ísfirðingana. Hann sterkur upp. Þetta nákvæmlega þetta viljum við sjá. Já. Þetta að vera öruggt 2 stig allan daginn. Hann er bara komið sér nóg mikið lágt niðri. Já. Og fá boltan, ekkert verið að fara upp. Ef hann er að dræfa niður, þá fær hann villu. Og tekur frákast í hérna hinum megin. Þetta góða mínútur hérna hjá Birgi. Að reyna að opna inn í. Sko hann ekki sko, hann ekki að púlla í sig menn þegar hann svona langt frá körfunni. Já, hann vill hafa ógnina sko, hann fær double-tímið og þá opnast einhver upp. Já, nákvæmlega sko. Það annarkvort bara veður að nýta sjálfur og fiska villuna eða skora stiginn eða fær opnar fyrir ykkur. En hann gerir það ekki þegar hann svona hátt upp á póstunum. Nei, hann ekkert ógn þar sko. Ef hann ætlar að dræfa inn í þá alltaf einhver til að koma með hann í hann sko. En ef hann alveg niðri þá þarf einhver að vera tilbúinn sko. Nákvæmlega. Sjá hvernig Ökkur gerir hérna, hann getur póstað. Gera þetta fagmlega gert og galopinn Kjartan hérna fyrir utan. Það víst Villa Hamid. Já, hann í hoppinu, hann gert eitthvað að sér. Já. Frákastabaráttunni. En Kjartan hann galopinn og Kjartan aldeilis getur raðað niður stigum ef hann dettur í gírinn. Það væri nú óskandi að fá hann í gang hérna. Erfitt fyrir Kjartan að koma aftur. Hann nýbúinn að vera veikur og erfitt fyrir hann að koma aftur inn í leikinn. Hann þetta bara, ég held að segja bara hiti upp og ef ég þekki Kjartan rétt þá fer hann að dræfa meir inn í og sækja körfuna. Hann góður í að sækja villunar. Já, hvað var á honum? Var hann bara með flensu eða? Ég skilst hann að hefði fengið eitthvað í lungun. Já. Eitthvað svoleiðis. Já, það náttúrulega mjög. Menn eru oft lengi að jafna sig að fullu eftir svoleiðis. Já. Þetta tekur kraftin algjörlega manni. Sjá, hvað í gangi hérna? Tíminn það í gangi. Eitthvað vesen á ritaraborðinu. Var ekki bara glemt að endurnýja skóklukkuna? Jú, er það ekki vitlaus skóklukka? Getur það verið? Já, það getur verið. Það er skiptingina. Nýta sér hérna, taka skiptingu. Já, skóklukkan komin í 24.
Það verður örugglega að lækka aðeins niður, það þið voru byrjaðir. Spurning hvað Nei. Þeir spá ekki því. En já, þeir eru væntanlega bara að byrja í 14 sekúndum. Það frekar ósanngjarnt. Já. Þetta flottur snúningur Kjartani en Óni vildi hann ekki. Og flott frákast. Daniel brýtur á sér. Já, Kadett. Stoppar hraðahlaupið. Já, það stefnir allt í Daniel skipti inn á vellinum. Daniel skipti Danna. Já. En Daniel Freyr kom með 2 villur, þannig að já, það er smá villuvendræðina. En engin aukvissi sem kemur inn á fyrir hann. Yngri útgáðan. Já. Það er skorað hérna, flott skot. Hvað fyrir að fara meira að hreyfa sig. Já, við skulum sjá hvernig Nebo gerir þetta vel, finnur þetta skot, tekur frákasti sjálfur og setur þetta niður. Þetta var glæsilega gert. Hann svakalega góður leikmaður, það engin spurning. Hann er rosalega góður að koma sér inn í teginn, sko. Herðu, það dettur niður þristurina og síðan það ekki Hafþór sem var að setja hennar niður. Hafþór setur þetta niður. Og hvað, þetta ekki þriðju þristurinn á þeim? Jú, það passar. 3. eða 4. Þetta getur orðið dýrt ef þeir fara þetta niður margir. Já, ef þeir komið sér í gírinn, sko, þá fer þetta bara að vera hættulegt, sko. Þeir bara þurfa. En þetta Skallagrímslið náttúrulega, já, þeir voru í úrvalsdeildinni í fyrra. Þeir ætla sér upp aftur. Klárlega. Og eru með ungt og efnilegt lið hérna. Allir mikið hreyfingu og flott barátta hérna í frákastinu. Já, Nebo klárar þetta núna. Aftur skotklukkan í einhverju rugli hérna. Það að gera sig þannig á Riddaraborginu. Það er eitthvað í gangi. Já. Þetta náttúrulega bölva vesinn eftir ég fór að vera með svona tvískipta skotklukku og svona, þetta miklu meiri vinna að vera á klukkunni. Þetta var alltaf aðal chillið á Riddaraborginu að vera á skotklukkunni. Já, það var bara ný skotklukka, það var bara aftur við 24. Nákvæmlega. Núna þetta alltaf eitthvað vesinn, sko. Já, nú ert alltaf að vera að spá í hverinn á í boltanum og hvort það 14 eða 24. Já, þetta er rosalega breytt. Þetta meiri vinna allavega. Já. Ég man alveg eftir því þegar teigurinn var líka ekki svona kössóttur, sko. Ég var mjög erfitt að venjast í þegar ég var að spila, sko. Þeir eru breyttu teinum? Já, þeir gerði svona kassalega, sko. Já, einmitt. Já, hann var svona keilulegari. Já. Svona, já, meiri Kjartan með flott, sko. Kom svona inn að vítalínunum, eða vítalínunni í raun og öðru. Já, það fór alveg svona ská upp á því vítalínunni, sko. Það er bara langt herri, þessi var rándýr. Rándýr Hjalti með þrist hérna. Þú skilur hann ekkert eftir opinn, hann bara ætlar að hitta. Nei, þeir verða að passa sig þannig. Já, dómarinn tekur hérna línuna á þetta. Við erum að spila körfubolta hérna, hætta þessu fantaskap. Og Þorsteinn fær villu. Það var sjáum hvað Ísfirðingarnir gera hérna nóg eftir að skotklukkunni. Þeir geta fundið. Það dræfar inn í. Já, nú eru komið 2 í sig, þá lítur einhver að losna. Nebo, þessi sóknir í algjöru rugli hérna. Það þarf einhver að gera eitthvað, Kjartan finnur skotið og setur hann niður. En eitt svona neyðarskotið bara hjá Ísfirðingum. Við erum vanir að sjá þetta hjá þeim. Það var komið í svolítið chaos svona, vissi ekki hvað þetta að gera og ákveð bara að taka skotið. Já, það verður einhver að taka og Kjartan svo sem í ágættu skotstöðu en engu að síður. Þetta var ekki það sem að uppleggið var. Nei. En ég stelur Nebo boltanum, hann fer allan völlinn, hann fer sjálfur og fær villuna. Það er gert hjá Nebo og sækir þessa villu.
Hann kann þetta. Mjög góður í þessum hreyfingu, sko, að fara frá þryggstalinni og inn í og hann finnur alltaf leiðinni. Já. Og það þarf alltaf einhver að brjóta á honum. Skiptir líka bara svo miklu máli að vera óhræddur þarna, að bara þrykkja yfir og bara ná sér í villuna. Það er sko besta sem hann gerir er að taka Eurosteppið, sko. Hann fer alltaf til hliðar og leikmaðurinn býst ekki við því og það var hann alltaf að brjóta á honum, sko. Tekur aukaskrefið sem að þú mátt taka í áttina að körfunni í skottilun. Já. En þú verður að ná að dribbla í fyrsta skrifinu svo það verður ekki skrif, sko. Já, nákvæmlega. Já. Það eru bara sumir dómarar sem eru að dæma á það, sko. Að hann sé að taka þriðja skrifi og er að skrifa, sko. Já, maður þarf að, þetta er varasamt. Tími hérna hjá KFÍ. Boltinn á að vera í dribbli eins og segir í fyrsta skrifinu. Já, þeir taka timeoutina þegar 2 sekúndur eftir. Þeir ætla að setja upp eitthvað kerfi, reyna að ná inn stigum. Staðan 16-22 og við af þessu fyrsta leikluta. Það eru aðri leikir í gangi og við skulum kannski kíkja á bara hvernig staðan er þar. Þetta nýja setup hérna á kki.is er ekki að heilla mig, ég verð að segja það. Þór Akureyri KR, fyrstild kvenna 33-34 og við erum að horfa á KFÍ Skallageri. Reyni Sandgerði Valur, hann er að byrja núna hvað og hverju. Og já, það eru bara þessi leikir sem eru byrjaðir. 3 leikir. 3 leikir í gangi. Það eru einhverjir sem að byrja núna kortir yfir 7 vantarlega. Já, á venjulegum tíma. Þessi leikur aðeins fyrr til þess að það er ekki blakleikurinn eftir. Ég er bara ekki viss. Já, ég held að það sé málið að það getur verið. Aðeins á undan. Herra já, Daniel tekur vilt skot hérna. Það ratar ekki ofan í, en að gera að reyna eitthvað svona. En náðu skotinu. Já, þetta er bara á lítið tíma eftir og það þurfti eitthvað að taka skotið. En bara að Daniel er mjög góður í þriggjastaskotunum, sko. Hann bara er ekki búinn að taka mikið af skotum og búinn að vera hræddur við að taka skoti núna. Já, hann er alltaf engu jafnvægi og þetta var bara svona þetta var síðust sekundi skot, skot í myrkri. Sko. Já. Og að gera að pröfa það, það er ekki spurning. En rosalega eru Þór Akureyri búinn að standa sig vel í vetur. Já, þetta kemur manni ekki óvart. Þeir eru náttúrulega með alveg frábæran þjálfara og svakalega ungan og efnilegan mannskap. Fengu þennan Þröstlega frá Keflavík sem er strákur sem er ennþá ungur en komið alveg sullandi reynslu í úrvalsdeildinni og eru með þennan háan strák sem að man ekki hvað heitir hann stólur mér sem að er já, ég held bara bjartasta vonin í sentimetrum á Íslandi allavega. Já. Sá strákur. Og erum með flottan kana og hérna flottan leikstjórnanda og já, þeir eru efstir og ég hef trúið að þeir fari beint upp, haldi fyrsta setinu. Já, ég sé hérna að hann er með hæstu stóðsendingarna í deildinni en hann... Já, hann Ragnar Helgi, hérna Njarðvíkingur sem að stýrir þeim, hann er með 7,8 stóðsendingar með þetta leik sem er álíka mikið og allt Ísafjarðarliðið er að taka í leikjum. Þeir eru að taka 7-8 stóðsendingar sem er náttúrulega skelfilegt. Já, þetta er hræðilegt, sko. Eitt leikmaður sem jafn mikið og allt liðið. Já, nákvæmlega. Hann er reyndar alveg langefstur. Oddur Ólafsson hjá Hamri er með hérna 7 og svo kemur hann Sigtryggur hérna hjá Skallagrími. Hann er með 5,7 stóðsendingar með þetta leik. Það er bara nokkuð gott hjá hann. Já, það er ekki slæmt. En þetta er það sem maður vill sjá hjá leikstjórnanda, ekkert endilega mikið að stigum en einhverja stóðsendingar vegna þess að þeir eru að setja upp spilið, þeir eru að stilla upp leikkerfinu og eiga að finna þessi góðu skot sem skila stigum. Það er einmitt það sem hefur vantað hjá Ísfirðingum, klaufaléttjana, en Daniel les þetta vel og kemst inn í það er stólið eftir hér og skrif.
Já, skref hérna. Þetta mikilvægt að halda þessu bolta, reyna að missa skalleiknismennina ekki frá sér. Það er mjög riski að senda svona langar sendingar, sko. Það er ekki sniðugt þegar það er einhver að dekka mannin hinum megin. Það er rosalega að taka þessa sendingu, sko. Þú ert oft búinn að sleppa boltanum áður en tekur eftir því að andstæðingurinn kannski lesi þetta. Já, þú ert eiginlega bara að horfa á þinn leikmann í þín liði hinum megin. Hann tekur eftir einhverju þar og reynir að þrykkja honum áfram. Herru, Birgir er að fara út af hérna. Dómarinn eitthvað með hökun á honum eða eitthvað. Það virðist blæða eitthvað úr hann og ég held að það sé að senda hann út af því, sko. Það er að plástra hann eitthvað upp. Já. Og við skulum vona að það sé ekkert alvarlegt, en Jóhann er kominn inn á. Hann er stór og sterkur og við skulum sjá hvort hann getur gert alveg það sama og Birgir. Bara ekki eins vel kannski. Hann er búinn að bæta sér rosalega síðan hann byrjaði, sko. Já. Hann er búinn að léttast og bæta sér. Daniel með fristinn hérna. Þetta er mikilvægt stig. Svona frista viljum við sjá meira af. Það fer upp í... Flott spil hann á skalleiknismönnum. Þetta var glæsilegt. Davíð Hafþórsi fær hérna opið skot sem að Kadott finnur fyrir hann. Það er eitthvað tuttaskapur í tegnum. Já. Það Davíð að fá sína aðra villu hérna. Davíð vildi meina að Gulli hafi haldið honum. Já. Hann vildi meina að hann hafi verið að flýja sig frá honum bara. En það voru að passa albúana, það er bara þannig í körfubolta. Nebo þessi aldrei ofan í og enginn í frákastinu. Bara græna skyrtur í kringu það. Alla leið og... Þetta er annar þetta er veikulekkur hjá KFÍ, það er frákastinn. Það er mitt bara Nebo sem kemst á topp 20 listan í frákastunum og hann er í 20. sæti. Það var hraðarhlaup, Kadett bara... Með einhverja rúma 6 frákast í leik. Florian getur nú tekið frákast en hann er ekki að fá marga mínútur. Hefur ekki verið að fá þær. Já, KFÍ hefur nefnilega oft verið að tapa leikjum út af þessum svakalega frákastamenn, sko. Já. Þetta hefur lagast aðeins. Birgir ætti kannski að vera á lista hérna. Ég veit ekki hvort hann sé búinn að taka nógu marga leiki. Ég held að hann sé pottitt að taka einhver 7-8 frákast í leik. En það að vera með 2 leikmenn sem er að taka einhver 12-13 frákast og restinn er ekki að taka neitt að neinu viti. Það getur verið dýrt. Já, sjáum hérna að Kadett í Skallagrim er með 16,2 frákast í leik. Já. Sér að hann er að taka bara, hann er að slefi það sem að liðið hjá KFÍ er að taka. Er að taka einhver 22-23 frákast í leik. Já. Finnur ekki ánægði með sína menn hana. Þjálfari Skallagrims. Þetta heyri sér. Sækir Kjartan í villu og það er hann Davíð sem fær aðra villu. Þetta er hinn Davíð. Já, hann er komið 2. Já, Davíð Guðmundsson og Davíð Ásgeirsson. Þeir eru báðir komið 2 villur. Já, ætli þetta fylgja nafninu? Það gæti verið. Ég veist að Kjartan er frekar verið til í stíinn. Hann skaut boltanum hana. Já. Það var hann Florian kominn inn á. Florian, ég hef aldrei séð hann rökka eitthvað almennilega í gang fyrir utan fyrirgestefnina. Hann er svolítið gjarn á þessi skot. Hann þarf að taka hann á teppi fyrir þetta. Það þarf bara að fara að draga mér inn í. Hann er hávaxinn, hann er sterkur og hann getur þetta alveg, sko. Já, ég mitt vill sjá hann nær körfunni. En hann er svolítið gjarn á þetta. Kjartan með annað. Já, þetta er ekki ídeal skot sem hann er að taka hana. Nei. Hann er svona að bjarga hlutunum.
Kjartan bara þarf að fara að koma sér í gang og nokkuð opinn þristur, hann fer ekki ofan í og þeir slefa í þetta frákast. Þetta var aldrei átt að taka þetta og fá annan séns og nú setja hann niður. Það Sigtryggur með Sigtryggur hendi niður sínum fyrstu stigum. Sjáum hérna hvað. Nei. Þetta er alltaf þvílíkt fallega gert hjá Sigtryggi. Þetta var glæsileg sending. Kadett sem að klárar þetta. Kadett með einhver 22-23 stiga með til leik sem er ansi gott eða hann er að taka 16 frákast í leiðinni. Sjá hvað Flóriðan gerir hérna. Sjáðu, þetta getur kallinn. Klárar þetta ekki nógu vel en hann á að gera miklu meira af þessu. Ég held að hann hefði búist við villinu þannig að sem hann fekk ekki í raun og veru. Hann sló ekki í hann. Ég held að hann myndi fá slægið og skotið kannski eftir því. En þetta getur hann og þetta viljum við sjá miklu meira frá honum. Já, klárlega. Hann getur alveg dræfið á körfunni og með hæðina þá var hann bara að nýta hæðina. Já, ekki spurning. Já, hann er líka lipur sko, hann er ekkert klunnalegur þó hann sé stór. Nei. Sjáum hérna Kjartan, þetta er svolítið á honum núna. Það skilur honum inn á Gulla. Já, fallega gert. Já, vel gert. Þetta var stóðsending. Og Gunnlaugur með sín fyrstu stig, ekki? Jú, held að. Sigtryggur með flotta sendingu. Fín vörn hjá Kjartani. Kjartan róar þetta niður. Setja upp eitthvað kerfi. Þetta frekar ódýrt hérna. Já. Hamid með þessa villu. Ítir stuggar hana við Gunnlaugi. Og já, hann ítt honum hana. Já, hann ítir við honum og augljós villa. Gulli boltan aftur, fer upp. Já, þetta er fallegt. Flott fadeaway. Ég verð að segja að ég hef stundum fundist vanta svolítið framlagi frá Gunnlaugi og ég er þess fullviss að ef hann dettur í ganginn og fer að setja stig að þá er tæknivilla inn á Hamid. Hamid fær tæknivillu fyrir að bara hangi í gólfinu eða ekki? Já, hann var að kvart í dómarunum. Hann búinn að vera að gera þetta held ég 23 leiknum. Ég held að dómarinn hafi gefið hann ábendingu á hann sko. Já. En hann tuðaði eitthvað í honum, heldur áfram að tuða í honum hérna. Já. Það er ekki vænlegt til árangurs. En eins og meðan Gulla sko, hann er mjög mikill hustler í hérna þegar kemur að því að sko hoppa í boltan og kraftur í honum, ekki spurning. Góður varnarmaður líka sko. Já, hann er það. Bara ef hann kemst í gang þá verður þetta, ef hann og Kjartan komast báðir í gang sko, þá verður þetta bara mjög góða leikur sko. Já, hann átti hérna ágætis leiki í byrjun tímabils. Svo hefur þetta verið svona svolítið upp og niður, aðalega niður kannski. En þetta er strákur sem hefur alla þessa hæfileika og ekki spurninga, sko, það væri mjög flott að fá eitthvað frá honum hérna. Kjartan, já, Kjartan er mættur. Með mann í andlitinu og samt heitir. Þetta var falleg karfaði á honum. Skallagummi svarar hinum megin með hraðhlaupi. Já, flott comeback hana hjá þeim. 60 munur, þessi leikur er galopinn. Kjartan sjálfur uppi. Það vantar hana, ég hefði viljað sjá Flóriðan nær körfunni. Gunnlaugur einn hana, Sigtryggur, reynir hérna að þriggja stiga skot. Já, svolítið allt á stuttu bara, það er bara þannig. Allt á að flýta sér í skoti bara, held ég. Ég hefði viljað sjá hérna. Nei. Kadett annars skiptið sem að þetta er þessi villa átti sér átti engan veginn að gerast, það er bara þannig. Hákon þannig sýnir svolítið reynsluleysi, missi boltan klaufalega í annað skiptið stuttum tíma og brýtur af sér hana bara mjög klaufalegt.
Ég held að hann hefði bara mjög heppinn að fá ekki óþrjóttamannslega villu fyrir þetta sko. Já, sammála því. Ég held að dómarinn myndi dæma það. En hann þarf að kæla sig niður. Ungur strákur, mikið efni. Það er rosalega kraftur í þessum kadett hjá Skallagrím. Hann er rosalega fljótur með hæð og svo mikið sprengikraftur í honum. Já, við skulum athuga það að þetta er sá leikmaður í deildinni sem er að skila hæsta framlaginu. Hann er með 33 í framlagi. Á sama tíma er Nebo hjá okkur með 17. Þannig að, já, 18 skulum við gefa honum. Hann er tæplega 18. Já. Þannig að þetta er án efa sterkasti leikmaðurinn í deildinni, það er bara þannig. Hann er að taka fullt af frákostum, hann er að skila 20+ stigum og bara gífurlega sterkur og flottur leikmaður. Já, alveg svo að við sjáum hérna í framlaginu þá eru Skallagrímur með 1. og 7. sæti í framlagi. Og það er Sigtryggur, hérna stóðsendingakóngurinn sem er færaðistur. Gífurlega flottur leikmaður. Ég veit ekki hvort að hann verður áfram hjá Skallagrím eða þeir fara ekki upp. Ég held að hljóti einhver lið í deildinni að vera að hugsa sér gott í klóðarinnar. Mörg lið eru í leikstundundar rugli í vetur í úrvalsdeildinni og Sigtryggur hygglust á heima þar myndi ég segja ef þeir komast ekki upp, segir. Nebo sterkur, tekur boltan. Það er dæmt villa. Já, Florian gerir vel hana. Florian flottur að rúlla svo hliðina svo hann náði ekki valda boltanum og myndi fá uppkast. Já. En ég myndi segja á hygglust, það eru þessir strákar, Ragnar hjá Þór, Oddur hjá Hamri og Sigtryggur. Þetta eru rosalega flottir pointgardar. Já. Og er að skila helling af stóðsendingum og líka að setja ykkur stig, gott framlag. Sigtryggur er hérna með mjög gott framlag í stigum sko. Já. Ásamt stóðsendingum. Já. Þetta er bara hörkuleikmaður, ekki spurning. Eitthvað. Það eru Gunnlaugur og Kadett hana í loftfimleikum. Það vantar frákastinn hérna í sókninni. Já, 8 stiga munur. Kjartan stelur boltanum. Fær hann aftur og sjáum hvað Kjartan gerir hérna. Daniel, galopir hérna Gunnlaugur, opinn líka. Þristurinn, nei! Ekki vildan ofan í. Maður hefur séð hann taka nokkur í röð. Þegar hann er í góðu skapi. Villa og Gunnlaug. Herru, þetta er... það er einhver reyfingur hérna. Einhverja stimpingar hérna. Við skulum rúlum yfir þetta hérna aftur. Við sjáum þetta hérna. Það er smá delay á útsendingunni. Hann hefur ekkert út á þetta að setja. Gunnlaugur er búinn að taka sér stöðu hana. Og Kadett á ekkert að vera að buggast í honum. Enda fekk Kadett villuna og þá fær hann víti. Gunnlaugur er bara einfallega og innarlega. Hann er inn í hringnum hana. Já. Á línunni og tekur sér stöðu þar og þess vegna fær hann ekki sókna villuna. En það er verið að dæma hér tæknivillu á númer 14, það er Kadett. Og það er dæmt villu á Gulla. Já. Florian líka að fá villu? Ég skil ekki byttinu höfð. Hann dæmdi meira en þá tvo. Hann dæmdi Kadett, hann dæmdi Gulla. Já. Og hann er að dæma einhvern unnan auka. Já, mér sýndist... Já, þetta var bara einum og mikið hérna. Ég var eitthvað að blaðrum hérna brotið við hann Gunnlaugi. Kadett fær hérna vítaskot. Hann fær víst 2 skot. Ekki? Nei.
Nei, það er bara 1 skot af því hann dæmdi Karagó, sko. Og svo Já, hann skoraði. 1 skot hérna hinum megin. Það eru tæknivillur bara greinilega báða bóa. Að mér sýndist Florian og Kadett fengu tæknivillur. Já, ok. Gunnlaugur venjulega villu og Florian og Kadett tæknivillur. Ég er bara ekki klár að þessu. Hvað? Nei, hann dæmir ekki Karagó. Fóruð ekki ofan kannski? Veitu, það var tæknivill á bæði lið þá. Já. Hann var að taka tæknivillskotið, við vorum að taka tæknivillskotið. Svo tekur hann 2 vítaskot og... Fyrir villuna áðan. Já, og svo skallir hún boltan held ég. Já. Þetta er dísótt. Það er ekkert smá. Þetta er dýrsótt, fullt af villum. Þá byrjar þetta aftur. Það er flott fló hérna í Skallagrími. Þessi bolti, já, þetta var mikilvægt að Skallagrímismenn skildu hendunum út af hana. Þeir eru búin að bæta vissi, konur í 12 stiga fórustu hérna bara á nokkrum tæknivillum. Já. Og það var 8 stig bara rétt á, 6 bara ekki fyrir löngu. Hér, þetta er klaufalegt hjá Daniel. Sendir hann í fótinn á Hafþóri. Opinn þristurina, boltinn af, Kjartan með frákastið. Skelfileg sending hérna. Annað skipti sem Hafþór kemst inn í. Og ódýrt layup hérna hinum einn. Og KFÍ tekur leikliða. Já, þeir þurfa að herða sig upp hérna. Að missa þetta í 14 stig. Kannski bara aðeins að... Og ekki góðar síðustu mínútur hérna. Og þeir þurfa bara aðeins að róa sig, tala hvað þeir ætla að gera, aðeins að plana og setja upp í kerfi. Já, ekki spurning. Það þarf eitthvað þetta í gangina. Þetta er búið að vera allavega... Það er kvennaboltinn 35-35, Þór, Akureyri og Káringarnir. Aðri leikir bara að detta í gang. Þetta er 5 mínútur eða svo. Það er búið að dæma hér mikið á... Síran leggur línunar fyrir sína menn. Það þurfa að taka á þessu hérna. Það gengur ekki að fara með 14 stiga mun inn í hálfleik. Það er að reyna að naga þetta eitthvað niður. Það er búið að taka hér Kadett út af. Hann er veist... Já, hann fær að hvíla aðeins. Komið 18 stig. Þetta er verið svakalegt hjá hann. Hann er búinn að vera rosalegur hérna í fyrir hálfleik. Það er bara þannig. Hann líka fyrir svo sterkt upp í körfuna. Hann bara ætla sér að skora. Með nokkur fráköst. Daniel. Þessi stuttur hjá Daniel. Þetta var ekki það sem við vildum. Sittrikur. Davíð Sittrikur aftur hérna. Setur upp í sók. Það var þetta niður bara. Þeir eru ekkert að flýta sér. 14 stigum yfir. Ekkert að leita á góðu skoti hérna. Það var svaka sendingar hérna. Riski sending. Já, endar á skoti á Sittriki sem fer ekki ofan í. Langur bolti á Kjartan. Nei. Hann bjargar honum. Gerir vel að skilja honum frá sér hérna. Gerir vel að skilja honum frá sér og... Góð vörn hjá Skallagrími hérna. Já, þeir ná bótunum út af. Það gerir Daniel hérna, Nebo. Yfir á Kjartan, leitast út á honum þessa stundina. Nökkvi, gerði þetta sjálf Nökkvi, áfram. Nei. Flott hjá Birgi. Við vitum að hann getur þetta, við erum búin að vera að biðja meira af þessu. Frábært að fá þetta. Við sáum hann að það er verið að tvítdekka Birgi Björn. Það er ekki verið að leyfa hann að fá boltan. Nei, eðlilega, hann á ekkert að fá hann svona nálkörunni. Nei. Flott vörnina hjá Birgi. Glæsilegt. Vel gert, nú þurfum við að spila þetta skynsemi. Þetta var ekki skynsamlegt.
Nebo fiskar hann hérna. Kjartan róar þetta aðeins niður. Grannaðan tíma. 8 sekundur. Nebo, vel gert hjá Nebo. Já, klárar þetta. Hann vildi hafa villuna hana. Hafði eitthvað til sín máls. Stoppaði þetta. Nei, ekki svona skot. Já, flott þetta. Ágætis, loka mínúturinn á KFÍ, sóttu 4 stig, 10 stiga munur, hálfleikur. Við ætlum að taka smá pásu. Já, bara koma aftur eftir svona 10 mínútur korter, eitthvað svoleiðis. Í þessa uppskrift verðum við að nota mjög gott hveiti. Krakkar! Hann er 19. Með nýju endalausu snjallpökkunum getur ekki bara talað endalaust. Heldur færður líka meira gagnamagn til að gera það sem þér dettur í hug. Svona í alvöru talað. Þetta er búið að vera gaman en nú er það búið. Engin fleiri hrekkir. Allir sammála um það? Vertu í sterkara sambandi. Síminn.
nær eða þetta í lagi svona? Var ég ekki að tróða hennu nógu mikið í mig? Velkomin aftur hérna í þriðja leikluta. Það fer að hefjast núna eftir cirka hálfa mínútu. Við erum búin að fá okkur kaffi. Já, ég er búin að slaufa mig í samloku hérna og Svala. Þú ert í kaffinu. Já. Ungi maðurinn fær sér kaffi og gamalmenni fær sér Svala. Og muffins. Og muffins, það er rétt. Það er nú föstudagur. Já, nákvæmlega. Herru, já, þetta var ágætis comebackana í síðustu mínúturnar. Það var hérna 6 stiga munur í öðru leikluta þegar að KFÍ kom svona næst Skallagrimi. Þeir mistu þetta niður, það voru hérna óíþróttamannslega villur og já, ég veit ekki hvað og hvað, ég bara sá þetta ekki allt. Ég held að segja í leiknum í heildina er komið 3 tæknivillur. Já, en ég held þetta að vera óíþróttamannslegar. Já, 2 tæknivillur og 1 óíþróttamannsleg. Það getur verið. Allan að Flóriðan fekk óíþróttamannslegan. Já. En herru, já, Skallagrímsmenn geiga hérna á fyrsta skotinu og þá er bara tækifæri til þess að minnka muninn enn frekar. Kjartan setur upp, rúllur. Það eru bara átt að hérna greinilegt að hann átt að fá boltan aftur og tíminn er rönn út hérna. Neyðarskot. Það er villa. Og þeir fá villur. Sigtryggur. Já, klaufalegt brotana hjá Sigtryggi. Þetta hefði verið opið hraðarhlaup ef þið hefur ekki brotið að sér. Já, hann hangir hana í Nebo og fær villu á sig. Þeir fá 14 sekundur viðbót til þess að búa til eitthvað. Það er stíf vörn hérna hjá Skallagrím. Já, Skallagrímsmenn eru búin að skella í lás, það er nokkuð ljóst. Nebo hérna. Já. Flott skot. Flott skrín hjá Birgi. Og opið skot fyrir Nebo. Sigtryggur setur þetta upp. Sallarólu bara. Gat eftir skotið og það er bara auðvelt. Já. Hamid með 3 villur, að passa sig. Kadett fór létt með þetta. Birgir. Já. Það er sóknarvillar. Sóknarvillar bara. Hver fekk villuna á sig? Birgir, hann óð hana inn bara og fær villuna held ég fyrir þessa snúninga sem hann tók hana. Hann er komið 3 villur. Hvað segirðu? Hann er komið 3 villur. Hann er komið 3 ára, já. Hann þarf að passa sig. Mjög dýrt fyrir KFÍ að missa hann út af. Fallega gert hana en Oni vildi hann ekki. Kjartan, opinn þristur, af, náðu. Já, Birgir sækir þetta frákast. Nökkvi. Nebo í skotið. Hann skrifaði. Nei. Nebo var á sig skref þarna. Ég vil sjá þetta aftur. Var hann boltan. Já, þetta skref. Hann hreyfir fótinn. Hann færir hann að tekur hann að 2 lítil skref. Það er bara. Hann tekur boltan í völlin núna alveg einn. Sendir á Kjartan. Og Ronni. Já, fallega gert, gott hraðahlaup. Að gera nýta þau. Nei. Sigtryggur klikkar hérna á leiðhoppi. Kjartan það var reyndar eitthvað slegið í hann. Fallega gert í Kjartan klárar þetta hinum megin. 6 stiga munur. Það var rólegur í snúningnum og bara beint upp í. Þetta var fallega gert. 6 stiga munur hérna. Kjartan kom með 12 stig. Og beint þristur. Já, það er Ronni.
Davíð setur þennan niður, þetta hans annar þristur. Og alveg tilvalið í smettið á Ísfinningum þegar þeir eru að vinna sig inn í leikinn. Að taka eitt svona þrist, þetta getur verið mjög niðurdrepandi. Já, þetta er alltaf leiðilegt að fá þrist í andlitið á sér, sko. Fallega gert hjá Daniel! Þetta var Daniel, djöfull var ég ánægður með þetta. Hann dróg Kadett af sér og opið sending beint á Birgi Björn. Dreifum hann í sig, flotta sending á Birgi sem alveg galtómur hana inn í teig og gat ekki annað en skorað. Sigtryggur hérna svara með þrist. Þetta er annað þristurinn núna í röð hjá Skallagrímsmönnum. Kjartan eitthvað að peppa sig í gang hérna með flotta sendingu á Birgi Björn. Glæsilega gert. Það getur ekki klikkað þegar þeir fara inn í teig á Birgi, það er bara þannig. Þetta er bara mjög góð taktík hjá KFÍ að nýta sér Birgi Björn. Klaufagangur í sókninni hérna hjá Skallagrímsmönnum. Hamid fær skref á sig, alveg hárrétt hjá dómarunum. Það er skipting hjá Skallagrímsmönnum. Þetta er rosalega gott kaffi. Já, það er staðfest, það er gott kaffi á Tórnesinu. Alltaf, eða bara núna í kvöld. Það var betra en síðast. Betra en síðast? Já. Ég veit að þeir sem að laga kaffið Svalið var fýtt sko, ekkert að kvarta. Herru, það er Kjartan! Hann ætlar að koma sér í gangi í þessum þriðja leikluta. Já, Kjartan er komið með 14 stig. Stiga efstur hjá KFÍ, eftir honum Birgir Björn með 12. Kadett. Flott villa hana. Kadett leiðir Skallagrím svolítið hátt með stigin. Hann sér þetta mjög jafnt skorað hjá Skallagrím fyrir utan hann. Já, það er margir hana, hvað eru komið, 9 manns á stigatöflunni hjá Skallagrím og 7 hjá KFÍ. Já. Það er ekki slæmt þegar 16 manns eru konur á töfluna. 8 stiga munur. KFÍ er að reyna að vinka þetta aðeins. Kom sér 6 á hann. Nökkvi, opinn, nei. Ná þessu! Daniel gerir vel hana, sækir hennar bolta. Nökkvi aftur! Nei, Nökkvi! Það þarf að stilla sig eitthvað. Bara feika og dræfa inn í og fá villuna. Nákvæmlega. Fyrsta var allt og stutt og næsta var allt og langt. Það var ekki alveg viss á hversu sterkt hann að kasta boltanum. Þetta var frábær vörnana. Nebo baði boltan en þeir voru ekki nógu snöggir. Þá er bara að stilla upp. Daniel kallar eftir kerfiðina. Kjartan, allt og stuttur. Góð bara þegar Nökkva. Rosalega góð vörn hjá Skallagrím. Lokuðu alveg teignum og það er enginn að fara inn. Þetta var opið skot en svolítið langt. Hann var alveg góðan halva metr frá þryggjarstæðalínunni. Og ef þú getur lokað teignum og þryggjarstæðalínunni út fyrir halva metr þá er vörnin að gera rétt. Já. En þetta er leikur, það er ekki spurning, 8 stiga munurina. Stuttur. Þetta var bara loftbolti. Já, hann tekur þetta á sig. Hann er bara að hita upp. Birgir Björn fær villu fyrir
layupið. Þetta innkast. Já. En flott sending hjá Kjartani. Já, ekki spurning og hérna, þetta er það sem Birgir á að gera. Hann fær annarkvort villu að... Já, fallega gert. Ná þessu, grimmur aftur upp. Kadett tekur þetta frákast. Sigtryggur, opið þristur. Það er ofan í. Þetta var öruggt. Þeir eru búin að vera drjúgir fyrir utan þryggjastælínuna. Borðlýsingarnir. Þeir eru búin að refsa öllum áfnum skotum og eins og að gera. Nebo. Já. Nebo svarar. Þetta viljum við sjá. Sigtryggur og Arda setur upp kerfi. Missir í boltann. Rosalega hraðar hendur hjá honum. Ég held að hann hlýtur að vera að fiska mikið af villum þessu strákur. Það bara getur ekki hann að verið. Hann er eitthvað dripplar svo lágt niðri. Það er erfitt að stila á hann, sko. Það er mjög erfitt að ná á honum boltan. Þannig að reynir Danni á boltanum. Daniel bara að gera prófa svona. Vel, góð vörn og... Hann að... Sigtryggur lendir hana illa en hann hristir þetta af sér. Hann kemur upp aftur. Nebo fara á sig villu hana. Slær fyrir Kadett. Allt í sátti á þeim. Er þetta ekki fyrsti leikurinn sem Síran er að þjálfa KFÍ núna? Er það annar leikur? Tók hann ekki eitt útileik. Ég er bara ekki alveg klár á því. Held það. Það er sem sagt Birgir Örn sem var þjálfari hjá KFÍ. Þetta er svo vakaleg afgjörð. Hvernig skoraði hann úr þessu? Þetta var bara vonlaust. Að bolti var í jörðinni, hann tók hann bara og flaug upp í körfuna. Það var ótrúlega. Já, hann er kominn í smá pásu, er að sinna öðrum verkefnum og Síran klárar hérna tímabilið. Já, þetta er mjög gott rotation hjá Síran eins og og KFÍ spilar allan mjög vel undir honum og allan að... Oj. Þessi þristur lag niður hjá Sigtryggi. Eitt baneitraðar í þessu, það er bara hannig. KFÍ tekur hér leikri. Já. Aðeins að róa sig niður. 13 stiga munur, hérna á þessu niður í 6, eru aftur konir í 13. Nei, 10. Á ekki eftir að skráða hann stig. Jú, já, ég held það. Og það vantar eitt stig hjá okkur. Vantar eitt stig hjá okkur. Og en við erum sem sagt hérna, já, það er þriði leikluti að klárast hérna og þetta er búin að vera bara mjög skemmtilegu leikluti. Já. Bara æsingur og hérna og bullandi stemning hjá báðum liðum. Ég verð að segja þetta, ég man ekki eftir að hafa séð áreitastúkuna svona þétt seinna. Það er... góð mæting í kvöld. Það gerist ekki oft, sko. Nei. Það fer líka hver að vera síðastur að sjá heimaleik hjá KFÍ. Það er bara einn heimaleikur eftir og hann er á móti Val. Hann er 11. mars. Það er svolítið í hann. En KFÍ búinn að vera komast ræðin sinni í leikinn og eru búin að vera meira tempo núna í þriðja leikastarinu heldur en fyrir leiksta. En engu að síður, sko, ég myndi segja að þetta sé búin að vera mjög góður leikluti hjá KFÍ. En samt leiðir Skallagrímur með einu stigi þennan leikluta, sko. Já. Sýnir bara hvað þeir eru búin að vera sterkir. KFÍ bara... Já, Nebo! Emmitt. Fallega gert. Þetta er bara mjög vel gert hjá þeim og... Opinn þristurina og það er ofan í.
Þeir eru búin að vera svakalegir fyrir utan þriggastælínuna. Þeir bara refsa öllum hóttur skotum, þeir ætla ekkert að sleppa því. Erum við búin að fá skýrsluna fyrir hálfleikinn? Það væri gaman að sjá hver þryggjastæða nýtingin er. Ég ætla að fletta þau upp hérna snöggast. Endilega, það var gott að sjá hvað þeir eru að nýta. Ég veit að Sigtryggur er með 2 eða 3 og Davíð með 2. Og Hafþór var að skora hérna þrist. Ætli ég sé ekki með svona 70% nýtingu í leiknum. Þeir eru Kjartan, Nebo í skotið. 20% nýting af þriggastælínu hjá Ísfirðingum, en 52% nýting. Það er alltaf mikið. Já, Skallagrímsmönnum. Það er svakalegt. Það verður að segjast, kallast nokkuð gott. Sigtryggur kom með 4 af 6, Davíð 2 af 4, Kadette með 2 af 3 og svo er Hjalti með 1 og Hafþór Ingi með 1 af 4. Þetta er, það munar þetta, þú ert að skjóta yfir 50% fyrir utan þriggastælínuna, það er náttúrulega bara mjög erfitt að verja svoleiðis. Það er rosalega. Barasta! Það er þristur og vill að auki. Hann getur breytt þessi í 4 stiga leik. Sókn. Þetta var svakaleg karfa hjá Hafþóri. Ætlar hann bara að koma sér í 3 stiga gírinn núna líka. 14 stiga munur getur sett upp í 15 stig. Já, gerir það. 7 sekúndur eftir, að lítið tími, 5, 3, 1, skotið! Allt og seint maður. Dómarinn flautaði hérna, það var svona sekúndu eftir. Það snepa að vera meira opinn í þetta skot. Nökkvi varða að taka þetta skot, það er bara þannig. Þeir hérna, já, þeir flauta leikinn bara af. Eða leikhlutan öllu heldur. Þetta var, byrjaði jafn og skemmtilegu leikhluti með svakalegum endi. Já, Skallagrímsmönnum. Þetta var aldrei flott 3 stiga skot hjá honum. Hafþóri. Þetta var drauma skot. Með mann í andlitinu á sér og nær að hitta því og vill að auki. Og auðvitað skorar vítið líka og fæst 4 stig. Hann er komið 14 stig í þessum leik. Ekki slæmt. En Kadett bara með svaka 24 stig, langstigastri í leiknum. Já, hann er frekar rólegur í 3. leikluta, en á móti voru Hafþór og Sigtryggur mjög aktífir. Þeir taka bara við. En ef Karlín heldur áfram að vera með svona góða 3 stiga nýtingu, þá er þetta ekki eftir að vera að líta vel út fyrir KFÍ í kvöld. Nei, það er bara, ég slæði því föstu að eina sem að, já, ég meina það er 1 leikfjórðungur eftir, ef Skallagrímsmenn halda áfram að hitta 3, þá er þetta bara búið, það er bara þannig. Já. Jafnvel þó að KFÍ detti í gang fyrir utan þriggastælínuna, þá skiptir það engu máli ef þeir svara fyrir sig, Borgnesingarnir. Sjáum hvað gerir hérna þristur hér, Aroni. Þetta er alveg svakalegt. Allt ofan í, fyrir utan þriggastælínuna. Þeir eru bara með einhverja 60% nýtingu, svo staðan er núna. Davíð, búinn að taka 3 þrista, búinn að hitta þeim öllum. Hér er sóknarvellu dæmd. Birgir Björn er komið með 10 fráköst. Það er 32 fráköst skráð á KFÍ-liðið. Kadett er með 9. Þannig að Birgir er frákastahæstur og þeir eru skráðið með 25 fráköst. Ég er ekki alveg sammála þessu. Mér finnst ekki eins og þeir séu búin að vera frákasta ver heldur en Ísfirðingarnir. Nei, ég held að það sé eitthvað skrítið. Já, en engu að síður
það eru þryggjastega skotin sem að skilja liðin af núna. Já. Það er það sem KFÍ það bara stoppa að ekki leyfa að fá þessu opnu skot, setja meiri pressu á skotmennina. Já, 13 þryggjastega skot komin hjá Borgnesingum. Það eru 16 stiga munur. Þetta var góð tilraun. Hann hafði ekki alveg hæðina í þetta til þess að klára þetta. Sérstaklega ekki yfir Nökkva. Nei, Nökkvi var fyrir hana. Leifar ekki Kati þetta að klára þessa tróðslu. Ég held að já, þú sér það sko, 13 stig hana, móti 5 þryggjastagakörur hjá Ísfirðingum. Þannig að hann eru bara 8 stig sem eru þannig bara í þryggjastega skotum umfram tveggjastega. Já, þetta er komið upp í núna alltaf mikil mun. Já, þetta fer að vera erfitt, 18 stig. Það þarf eitthvað mikið að gerast hérna til þess að Ísfirðingar komist aftur inn í þennan leik. Kjartan setur þennan. Kjartan hann er komið sér í gang og hann er búinn að gera það. Hann er meira öruggur í skotunum. Það er Davíð. Það er bara unaðslegt að horfa upp á þetta. Hann er komið 4 af 4 í þristum. 4 af 4 í þristum. Þetta er alveg svakalegt. Davíð. Nökkvi með eitthvað hreyfingar. Flotta sending á Birgi Björn. Já, fallega gert. Það er flott hreyfing. Daniel hefur stoppað leikinn. Reima skóna. Stoppa leikinn, skipta, leyfa Daniel að reima. Ég er ekki með Gulli inn á fyrir Birgi Björn. Birgi fór aðeins að hvíla sig. Já, smá pásu fyrir loka sprettinn. Það vantar stig hjá KFÍ. Það er Birgi Björn bara með 13 stig. Hann var með 12 og skoraði leif. Hann ætti að vera með 14. Já. Já, hann var ekki með 11. Nei, skoraði hann ekki eitt víti. Já, hann var að taka leif hérna. Rétt á hann. Já, þú meinar. En ég veit ekki. Ég hef bara að giska. Ja, riski sending hérna. Þetta eru erfiða sendingar. Svona yfir allan völlinn. Það er alltaf heppnast til þess að það gangi upp. Hér er Hafþór farin út af. Hvíla sig aðeins. Já, ég held að það eru svona minni spámenn inn á hjá frekar já, Atli númer 9, við höfum ekki séð hann áður. Og 10 hérna, Atli og Atli eru mættir inn á. Við erum með Davíð og Atli og Atla. Það er einhægt. Það er hérna, sækir hann að sóknarvillu á Nebo, hann Atli. Gulli vil benda það að hann hefur verið inn í teignum eða inn í bóganum. Nei, mér sýnst það að vera fyrir utan bógan. Já, þetta er alveg rétt hjá honum. Það er rétt hjá dómarunum, hann var fyrir utan bógan. Kominn góða stuð. En það er sem sagt þannig að ef þú ert inn í bóganum þá farið ekki sóknar. Þóttu sér búin að fá þig stuðu og allt. Já, og þú sért búin að tjalda og byrjar að grilla og allt sko, þá farið ekki sóknar. Fiskar ekki sókn á öllu. Það er eitt af nýja reglunum sem var breytt. Já. Það bætti þessum bóga hana. Ég held þetta sé ágætis, þetta svona setur meiri hreyfingu á leikmennina. Það gengur líka ekki það að sé bara hægt að tjalda og stoppa hana bara allt. Já, það er alltaf Davíð annars skot. Í mörgina hjá Ísfirðingum. Nei. Skelvilegur. Ég ætla að segja. Skelvilega erfiðu skoti sem að fer ekki niður. Kjartan með þristinn. Já. Hann kann þetta líka. Hann getur sett þessi skot niður. Minnkar hér munni 14 stig.
Sigtryggur í skotið. Það mikil barátta hérna við teginn. Dæmdur vill á Gulla frákastinu. Já, ég held að þetta sé alveg hárrétt bara. Já, hann heldur í hana. Hann heldur og bakkar hann niður. Ég hérna verða að viðurkenna, Gunnlaugur, hann ekki svona, ekki mjög sakleyslegur. Hérna, hann svolítið fantur, það bara þannig. Já. Og það, ég meina, það að gera að láta að finna fyrir sér, það bara þannig. Og hún bara farið villunar og tekur þeim bara eins og maður. Já, maður fer alltaf inn á að gefa sitt besta, sko. Og þótt að það segja að láta finna fyrir sér, þá er bara að hafa það, sko. Já. Það náttúrulega munað að körfubolti snertingarlaus íþrótt, en það verður aðeins það verður að vera að vita mönnunum í kringu þau allavega, það bara þannig. Nebo með, sko. Og hérna sendingin, Nökkvi. Já. Nebo nær sér í fína stóðsendingu þarna. Áhorfendur vel með á nótunum, það rétt bara 6 mínútur og 10 stiga munur. Já, búið minkar rosalega mikið. Góður kafli hérna hjá Ísfirðingum. Sigtryggur í skotið. Já, þetta ótrúlegt. Þessi 3 stiga skot hjá Skallagrímsmönnum, þetta er bara ótrúlegt. Ég ekki alveg að trúi þessu, sko. Þetta alveg svakalegt hvað búin að skora mikið. Gunnlaugur gerir vel, sækir boltan aftur hérna, missir hann frá sér. Sigtryggur. Kadett var þessi stig ekki skráð á sig. En hann var tilbúinn. Mættur til þess að fylgja þessu eftir. Var það dæmt karfa? Ég trúi að ég sé að Reitarborg hefði gefið honum þetta, en þetta ætti ekki að vera. Nei. Hann var ennþá. Ég veit ekki. Ég vilja sjá, ég sá nú ekki hver tók skotið einu sinni, en þeir gáðu þeim stig, sko. Já, þeir áttu að fá stig. Já, hann fekk stiginn, sko. En ekki Kadett. Hann fekk stiginn. Nei, ég sé að Reitarborg gefa honum stiginn. Já, ég gef honum stiginn. En hann átti ekki að fá þau. Nei, boltinn var að leiðin á hann, sko. En já, rétt tæpar 5 mínútur hérna eftir að þessum leik. Hörkuleikur. Ég ætla bara að slá því föstu að þetta besti leikur sem ég hef séð hjá KFÍ bara í háa herra stíl. Já, þetta allt annað að sjá það. Sko. Þetta bara, þeir eru ekki að hengja haus og þeir eru að spila svo lið. Já. Og þeir eru að gefa allt í þetta, ekkert að gefast upp. Þeir hefur búin að vera að gera það nú í síðustu leiki. Og það bara virkar ekki að hengja haus og bara alltaf að halda hann uppi og gefa allt í leikinn. Það var þess að þetta tap með 20 stigum, að reyna að klára leikinn og ekki gefast upp. Nákvæmlega. Þetta erfitt, þetta eru 15 stig, bara þeir náðu sem niður í 10 hérna á rétt á þann, en maður sér einhvern veginn ekki Skallagrím missa þetta algjörlega frá sér. Þannig að þetta erfitt að ætla að sækja eitthvað hérna, en engu að síður, bara ég held að bara það sem skilur liðin að hérna er fyrst og fremst þessi svakalega 3 stiga nýting hjá Skallagrímsmönnum. Þetta fer allt eftir núna að KFÍ stoppi þessi 3 stiga skot og fara að dræfa meira körfunni og fá okkar villur. Ég sé hér að það eru 2 í Skallagrím með 4 villur og 1 með 3. Já. Að gera að fiska þessar villur og ég held samt sko að þó að Hamid og Davíð fari út af með 5 villur, þá er það ekki að fara hérna breyta miklu. Breyta miklu sko, það er bara þannig. Það er Nebo með þristinn. Nebo setur þennan niður. Minkar þetta í 11 stig. 12 fyrir ekki. Nebo kom með 5 skot, 3 þrista. Já. Þetta er ótrúlegt. Sigtryggur. Bara þvílík veisla hérna fyrir utan 3 stiga línuna sem Skallagrímsmenn eru búin að bjóða upp á. Nökkvi. Kjartan tekur upp skotið. Ísfirðingar með 7 af 24, einhver 27-8%.
þryggjastega nýting, ekki til þess að skamma sín fyrir, en 15-27. Takk fyrir góðan daginn. 55% nýting hjá Skallagrimi. Þetta ótrúlegt. Ég sé að Davíð klikka á þryggjastöðukotinu á það, hann ekki með 100% nýtingu lengur, hann með 4-5. Já, hann hefur rútuferðina heim til þess að klóra sér í hausnum yfir þessu, hvernig hann fór að því að klikka á inni. Það hefur verið betra að fara heim með 100% nýtingu í þryggjum. Sko, á meðan þú tekur meir en eitt skot, þá það náttúrulega bara afrek að vera með 100% nýtingu í þryggjastæðarskotum. Já. En Kjartan! Þetta önnur röð hjá honum! Vingar aftur í 12 stig, þeir svara bara. Sigtryggur svarar. Sigtryggur, nei, hún vindar ekki. Daniel, Gunnlaugur, hún með þetta. Nei, alveg skelfilegt sko. En þeir missa næstu boltan. Já, gera vel, halda honum hana. Og Hamid klikkar en Kadett með enn eitt frákasti. Og sóknarvilla slær í höfuð og nökkvað hana. Hann hefur farið með olbóðan í hausinn á honum. Já, þetta var ekki alvarlegt, en alveg hárrétt hjá dómarunum. Já, sóknarvilla. Kadett bara komið 2 villur, þannig að hann ekkert að... Nei, þeir eru búin að vera duglegir að brjóta, en þeir eru engum teljandi vandræðum. Nei, stígasti leikminn ekkert í neinum villavandræðum hjá Skallagrím. En hér brotið aftur á. Skóklukkan fer upp í 14. Já, 2 skot. Já. Kjartan búinn að eiga alveg prýðilega leikjana, komið 25 stig, getur bætt í 26. Já, og 27 hann setur næsta. Nebo líka búinn að vera mjög góður, komið með 21 stig. Birgir Björn, sömuleiðis, ágætisleikur í honum, kom með 10+ fráköst og 13 stig. Kemur hér inn á aftur, Nökkvi út af. Já, Nökkvi hvílir. En það bara Kadett hjá Skallagrímsmönnum. Hann búinn að vera svakalegur í þessu leik. 28 stig. Fær villuna hana. 28 stig, 10+ fráköst. Bara frábær leikur hjá honum. Sigtryggur 18 stig. Frábær leikur, Davíð G 12 stig. Allt þristar. Hafþór 14 stig. 4 þristar þar líka. Þetta er bara joke sko. Þetta er búið að vera svaka veisla þryggjastöðskotum hérna á Skallagrím í kvöld. Og Kadett hér hækkar sér upp í 29 stig. Já. Klúður af fyrsta skotinu. 11 stiga munur. Fín vörn hérna hjá Skallagrímsmönnum. Fer í lappinu á Kjartani. Kadett hleypur inn í. Hann vill lifið 30 stigin, ég sé það á honum. Sigtryggur, nei, þetta var svakaleg tilþrif hann að segja þessa villu. Þetta er svo sterkur, hann er svo fljótur þessi strákur. Eldsnöggur, hann getur komist í 20 stig hérna. Nebo að fá sína 4. villu. Fær 28, skiptir engu máli. Já, hann skora fyrsta. Ég hef mikla trú að Sigtryggur sé að fara að setja sitt 20. stig hérna. Já, hann gerir það. Þetta var örugt. Hann er með, 22,6 stiga með þetta leik, þannig að hann er að underperforma hérna. Já, en ég held að það bætir upp fyrir að liðan sem búin að vera að standa sig opaslega vel í kvöld. Já, ekki spurning. Þetta er bara þvílík frammistaða hérna hjá Skallagrímsmönnum. Er hann Sigtryggur búinn að halda sér í stóðsendinga
meðaltalinu? Já, hann með 5,7, ég veit ekki, við skulum gáum hvað Statsi segir. Hann allan, ég búinn að sjá hann gefa einhverja stóðsendingar. Hann skráður með 1 og Kadett með 8. 8 stóðsendingar? 8 stóðsendingar á Kadett. Hann getur farið í trefluna. Vá, hvað hann flaug maður. Sirkus! Það vantar ekki. Nebo gerir þetta vel. Það var reið. 10 stiga munur. Hér stoppar Skallagrímur, tekur leikhlé. Taka leikhlé, rétt að bara 2 eftir 10 stig. Þetta hérna, já, þetta ekki ómögulegt en þetta ógerlegt, ætla ég að segja. Skallagrímsmenn búin að eiga alveg príðilega leikinn í kvöld. Þeir eru í bullandi baráttu annarsætið. Annarsætið tryggir þeim, auðveldara lið. Ég ætla ekki að segja þetta. Það eru þannig Fjölnir, Skallagrímur, ÍA og Valur. Þetta allt mjög jöfn og bara virkilega góð lið sem eiga öll sjens í promotion. Það bara þannig. Það betra verið öðru og 3. sæti upp á heimaleikjaréttinn bara, væntanlega. Já. Og þeir horfa væntanlega í það. Það væri náttúrulega rosalega gaman að fá Skallagrím ÍA rimmu promotion. Ef að Skallagrímsmenn taka annarsætið og Fjölnir tekur 3. þá getur endað sem úrslitaleikur milli Skallagríms og ÍA að komast upp í úrvalsdeild. Ég hefði þannig að segja það að meðan við 5 sæta mun á liðum þá KFÍ búinn að veita Skallagrími mikið góðan hörkuleik. Já. Og ekkert verið að gefa eftir og það bara 10 stöðu munur og Skallagrími í 3. sæti og það getur allt gerst á þessum 2 mínútum sem eftir eru. Já, ég alveg 100% sammálaður. Þetta búið að vera þessi hreyfing á Hamid. Hamid bara sterkur upp í þetta. Þetta var glæsilegt hjá hann. Já, ég alveg sammálaður. Íslendingar eru búin að vera bara mjög skemmtilegir inn í kvöld og áhorfendurnir bara frábærir. Dómarinn flautar hérna. Danni fær ekki þykist að svo snemma fyrir þessa 3. stakköru. Daniel ekki ánægður með þetta. Já, ekki honum þennan þrist. Það var að minna vesen að gefa hann þristin heldur að leiða hann að fara í vítaskotin. Ákvæðlega. Nú það komið 9 stig. 9 stig. Þetta eru 3 þristar. 1:40 eftir. Sigtryggur. Daniel. Já, ég ánægður með þetta. Hann heldur áfram að reyna að stela boltanum. Þetta bara flott barátta hjá honum. Ég ánægður með þetta. Það að gera að reyna svona. Það ekkert verra að setja Sigtrygg á vítalínuna heldur en að hafa fyrir utan 3. stigslínuna. Satt. Og líka bara klárast þessi sókn hratt fyrir vikið. 2 stig. Hann öruggur á vítalínu. Það vantar ekki. Nú þurfum við að fá fljóta sókn sem endar með körfu. Nebo. Kjartan fyrir utan. Kjartan inn í. Hann geigar og Kadett með enn eitt frákastið. Kadett bara flýgur upp. Það engin nálægt honum í frákastunum. Hann þarf bara hunskast í 2 stóðsendingar í viðbót. Það bara þannig. Já, við viljum sjá þetta triple-double-ina í kvöld. Hvernig væri það? Hann áði alveg skilið. Þetta búið að vera smakalegu leikur hjá þessu strók. En ég held að ef hann skora núna þá kemst hann loksins í 30 stigin. Þá hann búinn. Fyrir hann á bekkinn bara og hvíli sig. Það væri eftir öllu að hann myndi ekki skora. En hann gera það núna, örugglega. Og í 31 stig. En KFÍ að nýta allan tíman fljóta sóknir
Tími má ekki eyðast alltaf mikið. Svo við sjá Daniel. Birgir sterkari hana. Þarna ég vel að sjá hann hrifsa boltan af Davíð, en hann náði ekki til hans. Reyna að fá taka á honum og reyna að ná þessu uppkasti. Já. Sigtryggur, hann kemst yfir meðaltalið sitt ef hann setur niður hérna annað vitið, hann búinn að því. 22,6, hann komin í 23. Hann búinn að fara í meðaltalið, ég held að... En með að hann sé með eina stóðsendingu kvöld. Já, ég held að það sé nú einhver vitleysa, en ég veit ekki, Kadett, ekkert svona. Nebo, það er búið að loka og læsa hérna, burtu með þig. Sigtryggur og Kadett með 55 stig samanlagt. Nebo gerir vel og setur hennar niður. Hann er komin í 26. Sigtryggur, Hamid setur þetta. Ég er Skallagrimur komin í 100 stig. Það eru 9 manns á stigatöflunni hjá Skallagrimi. 9 stykki búin að setja niður stig. Duglegastir eru þessi maður, Sigtryggur, sem klikkar á leiðoppið hérna, og Kadott. Þorsteinn með 4 villur, hann getur verið að setja niður fyrstu stigi sinni í kvöld. Já, hann er á 10. maðurinn á töfluna. Já, það getur verið 10 menns í Skallagrim komnir á blaði. Það eru 7 hjá KFÍ. En Bósja fer út af með 5 villur. Já, hann er búinn, spilar ekki síðustu 17 sekundur leiksins. Ég held nú með Þorsteini. Honum í seinni. Hlýtur að hitta þessu. Honum í seinni. Já. Hann klárar hann að leik með 1 stig. Hann klárar hann að leika, hann komst á blað. Það er meiri margir. En það eru 9 sekundur eftir, klárar þessa sóp bara. Ég er ánægð með þessa baráttu, ég er ánægð með hennar leik. Daniel, flottur þristur. Þessi 13 stig sem skilja þessi lið eru ekki lýsandi fyrir því hvernig þessi leikur er búinn að fara. En þetta sýnir samt hvað er búið að breytast í KFÍ. Já. Ef þetta hefði verið fyrir nokkrum leikjum þá hefði KFÍ bara gefist upp á síðustu sekundunum sem hefði búið að gerast mjög oft. Ármann er með 4 stig, KFÍ er með 6. Hvorugt lið er að fara að sækja stig neinstaðar nema að Ármann er að fara að spila við Reynisandgerði. Þegar Þór Akureyri næst, svo Reynisandgerði, þá komast þeir upp í 6 stig og við fáum úrslitaleik í Kennaraháskólanum. Ármann KFÍ, hvort liðið verður uppi. Ég spái því 18. mars. 18. mars. Þetta er útileikur, eða ekki? Þetta er útileikur, er í Kennaraháskólanum. Við verðum hérna næst með körfubolta 11. mars. 11. mars, já, það er næst heimaleikur. Það er Ísafjörður Valur, flottur leikur. Ég held að það verður bara mjög skemmtilegur leikur. Svakaleg þryggjastæðasýning. Þetta var... allt annað lið sem er mætti en heldur er búið að vera í undanferðum leikum. Já, ég er alveg sammála því. Alveg sammála því. Jákvæðir punktar. Við hlökkum til að sjá næsta leik. Já, ég bara... Þökkum fyrir í bili. Já, bara takk fyrir mig og eigið gott kvöld.